Útvarp FM 95 Blu. Klukkan orðin 4, það föstudagurinn 24. janúar og FM 95 Blu hafið göngu sína á þessum yndislega föstudegi. Mötley Crüe enda undir og allir hér í gír, við erum með fullan bát eins og bara síðustu vikur. Það er búið að vera góð mætingi á okkur loksins og ég ætla að byrja á fyrirlega þáttarins. Hann virðist fyrir gíran og leiðin á þorrablót ekki sætt í kvöld. Jú, hár rétt. Ertu mikill þorrablótsmaður? Já, sko, ég farið til tvisvar. Þetta í annarskiptið. Mikill þorrablótsmaður. Og ég elska þessi tvö skipti. Þannig að ég mjög peppaður. Og það Þetta Kópavogsblótið. Færðu beint eftir þátt eða? Já. Ok. Ég fer bara í, sko, það pre-drink í sporthúsinu. Sem Þröstur í sporthúsinu bara að græja fyrir okkur. Sem röltu yfir í fífu. Frítt að drekka í sporthúsinu? Já, Þröstur hættulegt Það er stór hættulegt fyrir Rikka, ekki Rikki að fara? Jú. Hann er hættulegt þegar það frítt að drekka. Já, hann var aftur að byrja í hátteginu, sko. Hann hoppaði bara. Þannig að hann var líklega getur ekki þetta. Og við hliðin á fyrirlega þáttarins Vasperinn okkar Steindi Junior. Hvernig ert þú? Veistu hvað, ég er fyllandi fínn og fróndi góður í dag. Þú varst nú samt eitthvað grenjandi. Já, en málið það, ég tek á mig Vaspera-titilinn í dag. Ég veist það, ég ætla að gera það. Ok, ég held ég myndi fá eitthvað skít. En málið það, ég ætla að segja, hlusta aðeins á þetta. Já. Ég er fín. Þetta er hljóð sem eldi þig. Já. Þetta er hljóð sem ég kannast helviti vel við. Þetta var ekki Pepsi Max dós. Þetta var Tuborg Light. Já. Ertu að leiðin á blótið í kvölda? Nei, nefnilega ekki, því að ég er lasinn. Já. Samt að fara eitt skýrkallan til að rífa þig í gang. Já, ég meina þú veist. Veistu hvað, mér finnst ekkert leiðilegra en lið sem vælir mikið þegar veikt. Já, en sko þú sagði mér nú ekkert að þú væri aldrei veikur. Já, málega, ég er aldrei veikur. Ég meina, hann er ekki heima. Ég er ekki heima. Tekniklega er hann ekki veikur. Þú veist, málega, yfirleitt þegar ég verð slappur, þá bara tek ég Dayquil og ég fer bara út. Dayquil? Já, bara þú veist, eitthvað bandaristöf, eitthvað gott, ég tek ekki íslenstöf, sko, bara bandaristöf. Sem er bannað hérna. Já, og ég bara keyri mig niður og bara tekið þetta á kassa. Veistu hvað Dayquil er? Eða er þetta bara eitthvað sem konaðan lætuð að hafa? Nei, bara Dayquil og Nightquil, þetta er bara svona verkjalið, þú veist. Okay. Og málega er að já, þú veist það bara nærðir í gang aftur. Það er bara svo barnalegt að vera veikur í alvörunni. Mér finnst það ógeðslega barnalegt. Herðu, bara hringja þetta. Þeir sem hringja sinn veikan eru þú oftast alvöru veikur. Ég held að þú sett ekkert eitthvað alvöru veikur. Jú, herru, veistu hvað? Ég mældi mig í fyrsta skipti í langa tíma. Ég rassamældi mig ekki. Ég sé alveg hvernig hún horfir. Ég minna okkur ekki. Það er nákvæmast í mælið. Já, ég setti bara Það er ekki flókið. Nei, ég þarf ekki nákvæm að mæli. Nei, bara setja undir raskataður. Ég sett undir tungur. Það er ekkert að marka það. Er vesin að rassamæli sig? Nei, það nokkuð. Nei, ég meina þú veist bara stingur sem byrja rassamæður. Já, ég meina þú sett puttubyrja sem það er ekki. En ég verið að setja puttubyrja rassamæður. Það er ekki því sem úlingur þú varst aðeins að ég er bara, manna, það komið ljós að ég er hitta. Ég er þungan haus. Það er heitt og kallt í skiptis. Það tekið bara verkjartöflu og hæmi bjór. Mæti bara út af því. Hvað var hittin hár? Hann var, þú veist, ekkert mikið. 38, 5, 89. Já, en í kvöld var hann 39. En málið er samt að þú veist, ef þú væri lagargómur núna, þá var alltaf heima og hrindiði veikan og á launum. En eins og þú veist, síðan þú fann að, þú veist, þú átt 2 veikinda í mánuði, sko. Já, ég hef ekki notað það bara. Nei, síðan á alltaf lagargómur, sko. Ég nota alltaf með að tóta það IKEA, sko. Já, það er alveg nokkrir í vört sem geta staðfest það. Ég tók mín á 2 á hverjum einasta mánuði. Ég var ekkert alltaf veikur, ég veit ekki það. Það er ekki einhver hlusta núna sem er í IKEA. Býttu, heyrðu það að segja mig það. Haldið í alvörunni að menn feiki veikindi til að nýta 2 dagana. Ég gerði það alltaf. Ég bara ekki leiði með þig. Ég ekki úr tónu eldri en 18. Veistu hvað, ég hringdi oft niður í vörst eitthvað svona og þó, já, ég er alveg að deyja. Og svo meira þess að tók ég daginn eftir svo þetta yrði raunverulegra. Það er ekkert hallæðislega að vera veikur einn dag. Ég er að skána, ég ætti að geta verið komin á föstudaginn, sko. Ég gerði þetta sem úlingur líka. En síðan, þú veist, það beit maður alltaf í raskæti eftir á. Þú ert búin að hringja einu veikan, þá máttu ekki gera neitt. Þú máttu ekki fara út. Þú getur ekki verið í bíó. Þá þarf bara að vera heima þér. Bara heima á það. Á þessum árum átti ég Championship Manager, þannig ég þurfti ekki að fara út. Ég var verri en Sverrir Bergmann þá, sko. Varst að skýta í pizzakassa á? Nei, ég fór á skate. Sverrir Bergmann skýtur í pizzakassa. Og borðaði, nei, það má ekki tala svona í En þá verður maður að taka hérna mánþrið, þú veist, þú hringið veikun á mánundi og lítið til helgina. En þá er það samt mánudagsveiki, sko, sem er hættulegt. Ég var búin að reikna þetta allt, sko. Miðvikudagur er góðu dag til að hringja sig en veikan. Já, en það er svolítið gaman sem að tala um þetta, af því að í þættinum í dag þá mun ég hringja mig en veikan. Já, svolítið. Er þetta það í fyrsta sinns þú hringið en veikan og ert veikur? Já, það er svolítið svolítið. Það er ekki Ég þarf ekki að feika neitt, það heyrist bara. Það er þetta sterkt. Við erum með fleira í dag. Það er nóg að vera hjá okkur. Spurningakeppni Gilstarans. Hvað erum við að vinna með í dag? Hörðu, í dag er það
King of the Bottle Service eða konungur flöskuborðana. Nei. Ætlar að fá staðfest loksins konungur flöskuborðana. Nei, byrju. Ég ætla bara að segja Hvað? Málið er það, þú hefur alltaf verið með einu spurningu sem kemur. Ég hef alveg látið að slæta og ég veit líka bara, ég get ekki sagt þetta því að þá bara gerir meira því og þú virka þannig. En núna keppnin heitir þetta núna. Þetta er alveg mikið. Ég er að segja bara sem ég líður. Ok, má ég útskýra? Ég veit þú ránar þetta. Því ég veit þetta er þreytt. Ég er alltaf að segja þetta við þig og þú er búin að biðja að hætta því svona 6.000. Já, það bara má ekki biðja að hætta. Og ég ætla að festa að hann er líka búin að biðja það inn á Messenger síðan okkur F9 og off er hérna. Já, en málið er, nú hugsa ég, ok, nú ætla ég að gera stendagræða. Ég ætla bara, let's settle this. Og gleymu síðan. Þetta verður síðasta skipti sem ég tala flöskuborðið sem þetta. Bara hver er kóngurinn á flöskuborðið, þú eða blöð og síðan er þetta bara búið. En er það ekki komið í ljós fyrir löngu? Nú veit bara þjóðin, þetta er eftir keppnin í dag, þá er þetta flöskuborðskrýn búið. Já, þetta er helvíti góð. Hann er að gefa lofa. Ég er að segja bara, við ætlum bara að lokum þessu og áfranga. Þú ert að fara að loka flöskuumræðin í dag. Ok, ég teki það. Nennum þá að gera með eitt greiða líka næsta föstudag. Nennum þá að vera með hverju konungurinn að fá það í hátteginu. Þannig að það sé líka bara dögt að smertir er. Ég get að klára þetta. Eina sem er fá slæmt er hvaða efni áttu þá. Sko málega er þetta. Þetta er búið miklu lengur flöskuborðinu en háttegis niður gerðingin. Svo er þetta, já við erum með háttegis niður gerðingin. Þetta er svo mikið að fá þetta, það er ekki nokkur átt sko. Svo erum við með myndir fyrir kæs, við erum með Sturla, þú ert með augljósar Steindi. Já, ég er með augljósar, staðarindir í dag eru ríkala augljósar. Svo ætla ég líka að hendi ykkur í myndir fyrir kæs. Tek það í dag. Þú varst búin að lofa að vera með slúður. Ég er með kortmyndur frekar í dag. Já, ég tek kassir. Talandi um kass, þá verð ég að spyrja því að ég misti nú af ykkur síðasta bæð. Herðu, Egil, það er nú langt síðan hún tekur 2 helgar röð. Ég vil nú gefa það út, hún svo rólegur í skrallinu. Er þetta bara á... Já, ég menna það var herrakvöld með manni sem... Hvernig var herrakvöldi? Nú misti ég að því. Já, þetta var bara eitt besta kvöld lífsmins. Nei, ekki án mín. Já, svona, þetta var eitt. Þetta var rosalegt kvöld. Hvernig var að hanga með manni sem... Já, ekki rosalegt. Veistu hvernig... Stóðstu alla væntingar að... Já, bara var rosalegt. Pæli í strákar, þú veist, hérna, ég vissi bara strax hvað var einbeittur brotavél í gangi þegar við vorum nýmættir og það kom bara svona þjónn á borðið og taka pantanir og ég ætlaði að fara að panta með bjór og Sveppi köttaði á mig. Ég er búinn að panta drikki. Ég bara nú, og hvað, hann bjóna döllum með það. Rauðvínsflaska á mann. Það kom rauðvínsflaska á mann og hún var náttúrulega bara búinn, veistu hvernig þessi hópur er, hún var búinn til 40 mínútur. Það kannski útstýri hvernig röddin í Agli var á laugardaginu þegar ég heyrði í honum. Hann sagðist aldrei hafa verið jafn þunnur. Ég gæti bara ekki tala. Veistu hvernig þetta endaði fyrir mér? Hvað? Ég hef ekki lent í þessu. Þú varst að kíkja til 5 eða ekki? Ég hef ekki lent í þessu í mörg ár. Ég var inn á skemmtistað þangað til að kviknu ljósin. Þá kom bara gæi, bankaði í öxluna mér og við vorum aðna nokkri, þetta voru kannski 5-6 eftir í hópnum. Þú varst nú farin Egil og það voru einhverju farnir og... Já, með manni Sim bara, ég kláraði að vakna með honum Simmi fór með þess að heim með Agli. Náttúrulega, ég hérna, þá Og Simmi með þér heim? Heim til þín? Þetta er bara þessi kvöld þetta er bara bull þessi kvöld. Hvað voru þið sem að gera heim? Bara fengum okkur hans í glas. Bara farið stöðum 2, við þurfum eitthvað aðeins að krifja. Ég ákvað bara, ég ætla að byrja kvöldi með manni Sim og loka þeim. Það er rabbað, þú fegst allt verið peningin þetta kvöldi. Það er eitthvað óþægilegt strákar. Þegar ljósir kvikna, þú lítur bara svona upp og þú beðir að fara. Ég segi þetta magna. Ég ætla með manni Sim allt kvöldið. Svo lokkaði manni heimbákirna eftir. Bjóstu að vera svona búin að droppa svona allan 200k. 0 krónur farnar að heimbákirna. Manni Sim hefur borgað allt fyrir ég sá. Þetta er þægilega það gigg sem ég farið á. Já, mér er svo gaman, ég var náttúrulega bara heima með barninu og var að vinna og eitthvað svona, þetta eru breyttir tímar. En þetta er... Það er aftur í kvöld maður, úff. Já, þú rífur því Og líka þorrablót sko. Þorrablót eru skemmtileg. Það er allir sko slefandi og ælandi og maður. Þetta eru hættulegustu tjömmið. Ég kom heim og sögð með pulsur og eitthvað sko. Ég var bara í tómur ugli. Þú ert að hlusta á hlaðvarp FM 95 Blu. Það held ég að þér að hlusta hér á FM 95 Blu á FM 957 24. janúar. Þetta er nú ekki síðasti þáttun okkar í janúar en það er, já, bara einn eftir. Er ekki allir svona Íslendingar, eða svona flestir, fegnir þegar janúar klárast, eða er það bara ég? Ég sko, málið er þetta ekki leiðilegasti mánuður? Hann er langur og veist að því að februar, maður getur huggast við það, hann er styttri. Það er reyndar hlaupa á núna, hann er ekki 29 þá. Já, en ég veist þetta fljótt að líða samt, það kom 22. strax. Nei, 24. villis einhvern veginn. 24. Já. Alveg. Sko, bara 24 dagar sem einhvern veginn komum bara svona. Já. Ég bara, hann er bara búinn, maður leiðin í feb. Það er bara ágætispunktur, þetta er búið fljótt að líða. Þá komum við meistaramánuð. Já, þetta er... Ætlaðu að taka þátt í meistaramánuð? Ég?
Stendur aldrei gert, já, einmitt Hefur aldrei gert það Það er ekki með það Ég hef alltaf tekið þátt Það er að rífa í átnina Á meistarmáni, byrja það ekki í mass eða? Það er feb Það er bróður Herru, það er öllum saman meistaramánu ég Það veit komið ekkert. slúður hér í FM 95 Ég elska slúður Já, það er gott að heyra því ég er með fínan pakkandi Ég held að vera meir og meir slúður Ég ætla uppinn upp á starfskólið Það er slúðrið Það er gaman að heyra Ertu með Bieberinn í dag? Nei, ég ætla að gefa Jay-Z og Bieber frí í dag Það er helviti vel gert hjá þér. Já, ég byrst afsökun á því ég lofa ég er með Bieber næsta fyrsta En ég er með manneski sem hefur ekki verið í slúður FM 95 blöð áður held ég svei mig þá og það er Pamela Anderson Hún, leikunan Pamela Anderson Það er ekki svolítið langt sér maður sá hann í einhverju Bara land sem að sá hana yfir höfuð Bara myndrafinni og allt Þú sátt hann svolítið átt úrlingur það ekki Þannig að það var að bátnum og Jú, það fór ekki fram með mér og svo þetta ekki En ég átti mér þess að plakka þetta En hún var að gifta sig í 5. sinn Og þetta komist bara eins og þruma ár heiðskýri lofti Því að hún er nú búin að vera að deyta eitthvað Peters hérna, John Peters Sem að, ég veit ekki, hann er eitthvað kvikmynda framleiðandi Og þau voru búin að vera saman í nokkra viku Þau ákvað, bara að gifta sig Og bara, voru opinbera hjónabandi Sko hann segist að verið búin að vera ástfangin af henni í 30 ár Hann er 17 árum eldri en hún Og hann bað hana vist að gifta sér fyrir 30 árum Þá var Pamela Anderson 27 ára og hún sagði nei En hann er vist 17 árum eldri, hann er 74 ára gamall í dag Og Pamela Anderson er 57 Þau hafa bæði verið gift 4 sinnum áður Þannig að það er svona Hann var gift upp Barbra Streisand 4 sinnum áður Bæði gift 4 sinnum Þetta er eitthvað, en ég finnst, við höfum nú rætt þetta áður eitthvað slúðum Mér finnst eitthvað voðalega skrítið þegar fólk er búið að vera saman í nokkra vikur og fara að gifta sig Það vinnur á lager eða er þetta eitthvað milljónumar Hann er moldríkur, hann er kvikmyndaframleiðandi í Hollywood Mér er tölfræðin vinnur ekki með þeim Þú veist, þau eru mjög líklega að fara að skilja aftur Já, ég veist Þau eru búin að skilja 4 sinnum Bæði Þau eru búin að þekkast í viku Ég skil að þetta er líka svona með J-Lo og fullt að lið Akkur er allir svona óðri að gifta sig Þá náttúrulega kemstu framan á blöðin Þetta er smá keppnum það að núti Er það málinn? Já, ég meina þú veist Annars bara, ég meina eins og núna Já, við erum að fjalla hana Við erum að fjalla hana á Íslandi Já 3 trúðar Við vissum ekkert hana Við höfum ekki séð myndræðinni bara síðan þær voru í klukkutíma að birtast Við þurftum að ringja inn internetið til að skoða myndræðinni Og núna erum við að tala hana En þetta virkar Hann segist alltaf að vilja bara Pamelu og ákvaða að bíða eftir henni í 30 ár Samt gifta hann sig 3 ára í millitíðinni Hún gerir mig viltan á góðan hátt, segir hann Viltan? Er hann graður það? Hann er 74 ára 75 ára, 4 ára gammal Nú bara veit ég ekki, helst grætt hann alveg á þessum árum Já, manna bláa tablan getur auðvitað gert kraftaverk fyrir þess að kalla sko Já, það er svolítið þannig Pottet á hann auðvitað nokkra svoleiðis Já En við óskum bara, John Peters og Pamela Anderson innilega til hamingju Svo verða það Charlize Theron En hún var hjá Jimmy Kimmel en daginn Og hún er algjör töffari Já, ég dyrka hana, ég er mjög skotin henni Og hún er á lausu og var að lýsa versta stefnumóti sem hún hefur farið á Þá var hún vist á einhverju stefnumóti Og stefnumóti gekk mjög vel En svo keyrðu upp á húsun hennar og byrjuði að kissast Hún og maðurinn Og hann færði þess aðeins og hvíslaði Hennar að kela við nefið á mér Sagði Theron undarlegt blæti mannsins Og hún ákvaða svona slá aðeins til Og var vist eitthvað að kela á henni nefið En þau hittu svo ekki aftur Því að henni fannst þetta svo skrítið Var hún í sleikvinni við það? Nei, svona eitthvað að kela við þau Kissa það Já, við vorum að ræða fettisa hérna daginn Þetta er með þeim skrítnar held ég Ég held ég ekki hirt nef fettis á það Nei, maður tekur kannski Það veit ekki Nebbakoss Hann var að biðja hana að kela við nefið á sig Kannski elskar hann múmisnáðan og elskar bara að góða Nebbakoss Nei, hann var ekki biðið Nebbakoss Hann var að biðja hann að sleikja og kissa það sko sem er mjög skrítið og svo sagði hún hér að hún væri alveg til að kynnast manni sem er ekki þekktur og ekki í sviðsljósinu bara en average Joe Var þetta celebrity eða? Hann, ég veit ekki Það segir með Nebbakossin Nei, þetta var bara fyrir einhverjum árum skrítnast að stefnum sem hún er farað á Hvernig væri nú einhver íslenskur hlustandi sem er að hlusta á okkur og er einhleipur myndir nú bara að senda þér skilabóð Já, Egill vil meina að það sé ekki sjens fyrir hinn meðal mann að byrja með svona konum eins og Charlize Theron Ekki, það er ekki eitthvað lagergómar Er það ekki? Byttu, var það ekki annarkur ykkur, varst ekki þú þetta í gamla dag sem sendir ykkur tíman ykkur í stjörnu skilabóð? Já, ég tók þátt í keppnum að komast á stefnumót með Britney Spears Já, það gekk ekki Nei, það hefði verið rosalegt Þú sendur í bréf eða eitthvað Já, ekki bréf Þetta fikk í bréf, þetta var svona online og svo voru eitthvað last words, þá skrifaði ég I was born to make you happy Það var lag
I was born to make you happy. Það er lag með Britney Spears I was born to make you Ég happy. veit að Blöndal, þú sendir það á hana. Já, hún Nei, ekki á hana, heldur í alveg hún hefði lesið þetta. Hún hefur ælt þegar hún lesið þetta. Nei, hún sá þetta. Þú veist það, þú ert eitt virkasti rithöfundur landsins. Í alveg. Hvað ertu bara að skrifa mörg bréf? Ég er ekki búin að skrifa mörg bréf. Ég er bara að skrifa tonna bréf. Þetta var skrifa meira en Arnaldur. Þetta var keppna á netinu, Steinþór. Já, þetta er rosalega bréf sem hún bara að skrifa. En fyrir hinn meðal mannarnóti ertu ennþá harður á því að þú trúir ekki á þannig ást að bara hún gæti byrjað með Já, ég meina öll þessi celebrity segja þetta. Ég meina langar rosalega bara að kynast ykkur venjulegum sem er ekki eitthvað þekktu blá og síðan hver er næsti magi síðan, þú veist, Brad Pitt. Segja eitt, gera annað. Hún kaupir þetta ekki. Hún er aldrei að fara að byrja með eitthvað lagum. Matt Damon er giftur konu sem hann kynntist sem var að þjónunum barþjón. Já, það er svona, þú veist, ein undatætning, nefndi eitt annað dæmi við skal rista En ég hefði haldið Ég hefði haldið, strákar, að það væri eina sem myndi virka fyrir þetta lið. Þú veist, þú ert að leiki í 3-4 bíómyndum ári. Þú ert einhvers staðar í Króatíu og þarna, út allan heim. Þú getur ekki líka að vera með maka sem er líka að gera það. Þá hittist þið kannski 2 ári. Hann er kannski heima bara með börnin. Ég minna, Rihanna sagði eins og hjá Ellen að hann sagði bara það var að kvarta, það bara reynir engi við hana. Hún sagði með alveg saman hvað það séu lagergómar eða celebrities, það reynir engi við mig. Haldi allir séu að reynum alltaf daginn. Kalla þú bara hinn meðal mann, er það bara lagergómar höður? Hvað er þetta að meina með lagergómar? Það er bara venjulega maður? Já, bara svona, bara maður og liftara að færa núna sofasett inn á lager, það er lagergómurinn, sko. Hún sagði því viðtali, sko, bara að endilega bara hafið samband, bara kallmenn sem ég horfði á það og sagði að það bara þóring það reyna þarna. En mjög gaman hún skildi segja þetta. Þetta er nánast eins og planaði því að loka mólinn er að í hönnu. Hún víst byrjað að deyta Drake aftur. Þau sáust innilega núna á einhverjum tónleikum hjá A$AP tala um ykkur viðtalega og lagergómið að hafa samband svo byrjum við Drake. Þetta er nákvæmlega svo að tala um. Þetta er nákvæmlega svo að tala um. Já, það segja eitt gera annað. Já. En hún er víst nýhætt með kærastan sinni. Hún var búin að vera með honum í 2,5 ár. Hann heitir Hassan Jamel. Aldrei heyrtum hann, þannig að það er kannski var það bara eitthvað lag sem var að En þetta er þekkt dæmi sem hún var að tala um á hann. Ég las við þetta. Óþægt að segja lag, mér finnst bara að skaman að vinna lager. Ég var lagergómar í mörg ár, sko. Ég var með 5 ár gómur í IKEA. Sama hér. Vekk með þess að velun. En hérna, sko, ég man eftir að hafa lesið viðtal við Lindu P. Þegar hún var ungur og heimur. Þá reyndi engi við hana. Og henni fannst það ömurlegt. Það held að, þú veist, fólk heldur náttúrulega bara að sé ekki sér deilt. Segir engin neitt og gerir engin neitt og reynir engin neitt. Þetta er okkur erfitt. Það er gott núna bara fyrir góminn sem er að hlusta. Sendið bara skilabóð sem celebrities úti. Dælið skilabóð sem lið. Já, bara senda bregða Siggi hérna. Hvernig þorði Sigrún að reyna við þig, Steindi, sem er rosalegasti skemmtikraftur þjóðarinnar? Var hún ekki stressuð? Hún tók bara sénsinn. Vorum að vinna saman í sundleik. Þetta var slúðurbaki dagsins. Tók bara sénsinn. Þú ert að hlusta á Hlaðvarp FM 95 Blu. Það held ég, elsku vinir, þeirra hlusta á FM 95 Blu hér á FM 957. Hér framöndan, ég ætla að ringja með veikan spurningakeppni Gilsan og svo ég veit ekki hvað, við erum bara rétt byrjað. Já, þátturinn nýhafinn og það er eiginlega allt framöndan. Maður leiðin á blótið og maður er aldrei verið betri. Nei, þetta er hættulegt og það er komið að dagskálið sem heitir Myndir fyrir Kess og í dag er það Auðun Kess Blöndal sem þetta saman. Já, þakkaði fyrir það Steinþór Hróar Steindórsson og ég er með 3 spurningar eins og alltaf og jú, ég er nokkuð forritin. Þetta eru sanngjarnar tölur og ágætis spurningar. Ég er mjög spennt að vera fyrst allavega. Eru þið tilbúinir? Já. Munduð þið vera á brjósti hjá mömmu ykkar einu sinni í viku í 1 ár fyrir 130 milljónir? Bara eftir að tala um að byrja bara núna? Þú veist, bara núna í dag, 2020? Já. Einu sinni í viku. 35 á brjósti. Það er hræðilegt. Einu sinni á dag? Nei, einu sinni í viku. Hversu lengi þetta... Hvað, ég meina... Þetta er ekki 3-4 máltíður á dag hann. Þú ætti að fara að sjúga brjóstar á mömmuðinni. Þetta er einu... Já, ég veist, Þú varst að hugsa þetta í máltíðum? Já, veist... Er það að stríða þér? Próteinir og þetta? Ég veit, ef ég er á brjósti hjá mömmu 3-4 sinum á einum degi, það er... Nei, þetta er bara... Það er eitthvað óþægilegt, sko. Þetta er eitt sens... Já, ok, því hittir allt í lagi. Þetta er bara... Ég er ekki að spá í kaloríum. Ég er að spá í bara að vera með brjósti á mömmu minni upp.
Ég veit ekki hvernig ég ætla að fara með þetta. Nei, hvað, varstu að tala um bara einhverja 50%? Nei, þú veist að hitta hann 3-4 sinnum. Einu sinni á dag. Skjótast heim í hádeginu, síðan aftur í kvöld. Þetta er einu svona dag, ok? Já, þetta er einu svona dag, einu sinni í viku bara. Það er ekki ósækjant. Nei, Þetta í er- 1 ár. Já, fyrir 130 velunir. Já. Ég veit alveg að þetta er geggjaða peningur. Já. Hvernig myndur þú gera þetta? Hvernig myndi ég gera þetta? Já, hvað meinar Það er ekki til marga leiðir. Já, þú getur ekki haldið þar eins og hún gerði þegar þú varst lítið. Nei, ég myndi beigja mig. Myndur þú standa svona og bakið niður? Ha? Myndur þú standa svona og svona beigja bakið? Ég var ekki búin að hugsa það. Ég var ekki búin að hugsa það. Ég veit það ekki. Hvernig myndi þú gera það? Já, Maður vill ekki hugsa það eins og niður. Myndur maður ekki bara sitja og við liðna hann og... Já, það Hún myndi er sitja óþægileg líka. staða, sko. Já. Svo verðum við náttúrulega líka að gera okkur grein fyrir því að þetta er nú bara brjóst. Og mamma ykkar. En svarið Þú er oft japlað á brjóstunum mömmu þér, sko. Já. Mjög oft. Það er bara svolítið síðan, vonandi. En það er í þessu er sko, ég verð að spyrja ykkur, myndi fyrir svona góðu uppæð, þið myndi stórgræða þessu, ef þú hugsið, myndi mamma ykkar leyfa ykkur það, vitandi að þið fengið 130 miljónir? Já. Já. Það er nefnilega, ég held að mamma mín myndi Já, leiða. líklega. Hatti myndi leyfa það, já, Fyrir alveg þessu pottið. Það er örglega, já. Ég held að mamma þið myndi bara fá smá út í því stætti. Nei, eftir hvað geði Það er svo langt síðan átti Nei, börn. bara alls ekki. Þú myndi að fá okkur út. Það er Hvað er að gerast Það er að tala um móðutilfinningu. Ekki alltaf fara í klófið að þér. Þetta hljóma bara. Herru, ég þú veist, sko, nei, ég veit að hún myndi hvetja mig til þess að hún vissi að þessum pening. Já, er svarið það ekki bara, þetta eru 130 miljóns. Já, ég veit það. Einu sinni viku í 1 ár. Ok. Já. Ég ætla bara að segja já við þessu. Ég bara, er ekkert hiss á því ef ég var hinskilin. Egil. Þetta er samtalið, þetta er óþægilegt og þetta er óþægileg stemning, sko. En það er ákveður heldur að setja på 130 miljón. Þetta er vond. Ég held þetta, veistu hvað? Ég held þetta sé bara vond fyrst. Fyrstu 3 vikunar. Þá er þetta bara, Fyrstu ég er bara 3 hitta mömmu. Já, bara Fyrstu 20-30 vikur. Já, þegar þú ert að banka heima og ert bara að fara Labbar Málið ekki er bein. að, svo ertu líka, þú veist, veist að það er læst og bankamaður og... segjum þetta sé á föstudegi. Já. Þá ertu alla vikuna einhvern veginn með þetta á bakveg eirað. Já, ég myndi alltaf taka þetta bara á mánudegi. Bara strax á mánuði, en þá ertu samt einhvern veginn alla vikuna líka með þetta á bakveg Það eirað. er alveg saman hvernig þú tekur þetta þá. Þetta er rosalega mikið 50-50 dæmi á mér ykkur Já, Steindi sagði, já, hvað segir Egil? Ég myndi að bara vakna samt, þú veist, gefum okkur að það hefði verið á herrakvöldur um daginn. Eða á Þorrablótinu sem Egil ætlar að fara. Þú veist, eitthvað sem einhver event hjá laugardegi sem hún fer á. Þú vaknar á sunnudegi, þunnur. Þú veist bara að hugsa bara djúvillir í þunnur og lítill í mér og Þá er ekki að vera bara best að gera bara þetta. lífið er svo ömulegt og astnalegt og ég eftir að gera svo margt í næstu viku þannig að byrja að fara til mömmu og sjú henni brjósti í fyrramálið og þú veist, þetta er vond sko. Þetta er agalegt sko. Ég sé bara ennum að gefa henni half. Já. Já, ég veit að mamma svona og pappi einhvern veginn- myndu að elska það að fá fullt af pening bara. Já. Ég ætla bara að segja, já, ég veit ekki að það er að taka þátt í þessu. Endum okkur í þetta bara. Egil segir já líka. Það er meðanst fallegt að heyra þetta, drengir. Þá er það næsta, myndir þú stunda kynlíf í sokkum eins og Rikki G, það sem eftir er að æfi ykkar fyrir 7 miljónir. Sko, við konum með staðfestning á því að hann er 100% sokkakall. Hann er Já, alltaf í sokkum. það fer á bak í sokkum. Ég er náttúrulega ekki með að staðfesta hann fara á bak í sokkum eins og Egil orðaði það, en hann er alltaf í sokkum og konan sér aldrei tennar á Já, hann. ég mætti ekki verið í sokkum. Nei, þess vegna er Ég meina þetta í svona hvítum eitthvað svona tennisokkum einhverjum. hvítu skítum íkjæða sokkum, sko. Það er ekki gott, Það sko. er ekki mjög sexy look, sko. Gamlu góðu indisportsokkarnir og svo Já, bara En er eitthvað skarru og sérst í svörtum sokkum? Er þetta ekki bara alltaf? Nei, það var ekki að segja bara aðeins. Það var mjög vond en aðeins skárra. Ég meina, já, allavega í beisleitum sokkum. Þannig að þetta er svona lítur smá Nefn að það ekki bara íþróttasokka og alveg yfir nýi og svona gera eitthvað neina. Það er ógeðslegt. Það er ógeðslegt að hugsa Hann er að Rikka gera G þetta. í einhverju fótboltasokkum yfir nýin eins og það er að vera eitthvað sexy. En ég þarf svar myndi að gera þetta fyrir 7 miljónir. Þetta er hræðilegt að segja nei. Já, ég ætla að segja nei við þessu líka. Nó til á strákunum greinlega. Því að það eru menn að gera þetta frítt. Svo er það síðasta. Myndið leifa mynd af ykkur nögtum á netið fyrir 10 miljónir. Er þetta sexy mynd eða er þetta bara Það er, ok, svo er ég með aðra spurningu hérna. Ef þið mættu ráða, Já. hvort eru þið jafnaldri ykkar í standi eða linur? aldrei í standi? Það hefur ekkert verið það að vera með stífan á okkur mynd. Já, að gera þetta ógeðslega. hræðilegt, Já, sko. það er góð punktur. Ég segi bara verið með, sko, ef þetta er eitthvað flott landslagsmynd
En svo, þú veist, ég stend bara framan í Esjuna og það gott veður og maður allsber og eitthvað það bara svona krútlegt. Þetta bara eitthvað hérna ástæðan fyrir ég sett ekkert meir en 10 milljónir á þetta að það fullt af leikurinn sem hafa leikið í kynninsinum og bara það fyrir á neti. En ég meina svo stendi sæti sveittur, þú veist, með LAN headphone sín nakin í sófanum, það var mjög vond mynd, það var ógeðslegt. Sveittur en ef hann stendur, flottur bakgrunnur Ég bara ekki í nógu góðu formi til að vera flotta landslagsmynd Þú ert geggjaður. Hvernig hann það niður þér? Er það eitthvað sem að Já, þú veist, maður þyrftir náttúrulega mér myndi líða betur en það væri kannski Semi Það er ekki Já, kannski svona smá örlítið lífi honum, eða ekki, örlítið anskotin hafi En alltaf að segja já Hvað var það mikið aftur? 10 milljónir Í beinhörðum Þetta er samt, þú veist, mynd sem eldir í helviti lengi sko. Já, ég ætla að segja nei á þetta Þetta er svona ég held það. 1-0 í viðbót það maður líklega tekið Ok, þannig að þið viljið ekki stunda kynlíf í sokkum Þið viljið ekki mynda ykkur nögtum á neti En þið eru til að sjúga brjóstu á mann ykkar Hann var myndur fyrir cash í dag Hljóma bara fer Já, sveimið þá Öndi, Steindi og Gils Í FM 95 Blö Alla föstudaga Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttul FM 95 Blöð með ykkur á þessum ágætis föstudagi fína, föstudagi Við erum ekki í beinni útsendingu núna við Steinþór því að við erum komnir hingað inn í klefan Það er hárrétt Klefin góði og basically því það að vera að fara að henda í gamla góða símatið sem okkur finnst bara ekki einhvern veginn ég er ekki að segja þessi töff að segja að fara inn í klefa en Nei, þetta er bara, þú veist, við erum að fara að gera símat Við þurfum bara að vera hreinskilja með þetta En það er líka bara gaman Við erum ekkert að þykjast vera neitt aðra en við erum bara barnalegir og við elskum að gera símat Ég spurði það á hvort þú ættum að fara í, ég er ekki búin að gera þetta sinni fyrra en við vorum eiginlega sammála að það komið nóg að því Já, og það komið 24. janúar Og eins og við munum örgulega koma inn á eftir þá vaknaði ég slappur og ég ákvað að nýta það þar sem að ég Þú ert hálfveikur Já, ég er hálfveikur að ég ætla að ringja mig inn veikan Já, og þetta er, það er ekkert útskýrta Þú ert basically að ringja í fyrirtæki sem þú vinnur ekki hjá að segja að þú komir ekki inn í dag að þú ert veikur Já, en samt er ég rosalega busy Ég er að bralla rosalega mikið heima Ég get ekki unnið, en samt er ég að baka köku og nóg að gera Já, ég er upp í sófa og ég er að vesenast Ertu tilbúin, Steindur? Ég er klár Á hjólvíta, Marja Húsasmiðar, góðan dag. Já, góðan daginn. Herru, afsakið hvað ég er að ringja seint. En ég, sem sagt, er að ringja með veikal. Já, ok. Já. Og hvað er þetta að vinna? Hvað segirðu? Hvað er þetta að vinna? Ég er að vinna þetta upp í Grafarholtinu. Já. Já, ég er eitthvað flensu djöfull, útbrót á tungunni og kuldarhóll og var þvílíkan hita, sko. Bara ástand. Já, það er algjört ástand núna. Bara 2 rúllur í hver skipti og sturta 3 milli og leður áferð og partíbaldur og allur pakkin. Ok, og hvað heitir þú? Þetta er Hannes. Hannes? Já. Ok. Skúlason. Ég skal gefa það samband til þig. Ég langar bara að segja að ég er ekki eitthvað þykast ára veikur. Nei. Þú veist, ég er veikur. Ég er búin að vera fastrækja væs og bara og sitja við opnin hérna dag. Ég er að drepast og kulda, sko. Ok. Þannig að þetta er bara saltpillu fyrir 700 hjá mér og bara þúsar í böksi og beint aftur heim, sko, undir sæng. Ég er alveg búin að vera að drepast, sko. Ég ætla að gefa það samband til þig. Og ég mældi mig á þann og ég haf með, sko, 38,5 í morgun sem þegar ég var örgulega komið 39,5 í kvöld. Já. Það er ekki svo vel. Já, en bara, ég er ekki að djóka. Þetta eru bara joggarar á mig og engan aðri, sko. Ok. Þetta er bara svona veikindasemmari og hristingsdagur. Halló? Húsasmiðar, góðan dag. Já, góðan daginn. Er þetta aftur þú? Er þetta aftur ég? Nei, byrju við. Geturðu lækkað í ykkur, ég er hérna Bergmálaholt. Nú, ok, þetta gæti verið heimasíminn hérna. Hjá mér sem er bilaður. Ég var að hreista mig hérna í alla morgun. Já. En ég bara verða að segja að ég er bara veikur og ég get ekki mætt í vinnuna. Já, mér saglega þú veikur. Farðu bara og til læknis. Já, en veit að hvort að þeir get ekki hjálpa þér eitthvað. Já, ég bara verða að vera heima. Ég er svo sárlasin. Já, bara verður heima, elska mín eða sitt lasin. Ég ætla bara að taka nokkra ræmur með Rob Sniper og Big Stan og okkur svona myndir. Ég er sárlasin, sko. Já. Og
Svo hugsa ég bara að reyna. Þú ert alla mína samúð en ég verð bara að byrja að senda tölvupóst. Já, ég skrifa bara í tölvupóstin. Fyrir mig þetta bara, ég þarf bara að panta pítsu og þykjast ekki það að panta hana, sko. Ég bara helviti slappu, sko. Þetta bara, þetta bara kýli bökkudagur fyrir mig, sko. Bara úr öllu og hérna fara á sokkunum og öllum pakkanum í leiðinni, sko. Ég alveg hrikalega slappu núna, sko. Bara, hugsi ég fari bara og reyna bara ganga frá lausum endum í dag, jafnvel, sko. Finna snúrur og svona útrétta eins. Já. Þetta bara saltpillu fyrir sjöndurkallið mér, sko. Já. Ég bara voruði Batnesi fyrst. Já, ég heiti Hannes Þorsteinsson. Já. Og ég að vinna þetta í Grafarholti. Ég væri ógeðslega til að koma í vinnuna. Já. Mér finnst alveg gaman í vinnunni. En ég bara með svo háan hita. Ég neyðist bara til að taka hristingsdag. Þannig staðan á mér. Já, bara gerðu það og verður bara heim og njóttu. Já, takk fyrir það. Takk fyrir að skilja þetta svona vel. Þú ert að hlusta á Hlaðvarp FM 95 Blu. Sæl ég þeirra að hlusta FM 95 Blu hér á FM 957 og ég minni á undanúrslita þátt Allir geta dansað í kvöld klukkan 19:10 á Stöð 2. Það er eftir næstsíðasti þátturinn. Það er svoleiðis. Já, úrslitin næsta föstudag. Veitu hvernig virkar þetta? Í úrslita þætti, hvað eru mörg pör? 4 pör. Það eru 4 pör í úrslita og er það bara símakostning? Já, þá er það bara símakostning. Dómnefndin hefur ekkert þetta að segja. Nei. Ég er umlega Jú, þau fá náttúrulega einhvern fyrir dansinn. Já. En það er ekki svona dansoff eins og það er búið að vera í kvöld og var síðast. En ég nefnilega tek þátt í þættinum í kvöld. Nú? Já, það kemur orð, ég er með atriðan. Í alvörunni? Já. Þú ert ekki skemmtiatriðið það? Ertu inni hjá einhverjum? Technically er ég skemmtiatriðana. Ertu sem Ég kannski mögulega var ráðinn inn. sem kannski DJ Muscleboy eða? Semi. Já, ég Voðalegt lengd og eru þessu. Já, ég er aðstofa Völu Eiríks og Sigga. Já, ég er mjög Og peppað fyrir þættinum í kvöld. ég lánaði þeim trailerrödduna mína Já, sem er mjög virt. já, Ég meina þú greinilega. veit að hafa samband við einhvern með að gegja trailerrödd. Já. Ég fekk símtal. En býtu, hvað er að frétta af nýjum trailer hér í þættinum? Ég hef ekki verið með Já, trailer það væri lengi. bara geggjað ef Rikki myndi leiða mér að gera trailer, sko. Hvað Rikki myndi leyfa það? Hann þarf ekkert að gefa leifi á það, þetta er okkar þáttur. En dagskustjórun? Já, reyndar, ég skal gefa leifi á trailer. Ok, við erum ákvað fyrir hvaða dagskóli. Já, ef þú styttir þá eins þarf þetta að vera 2,5. Bara, þú veist, þetta er oft bara eins og setja Já, auðvitað ég get þetta skútertónleika, komast 90 sekundur, kannski. En það er dansin, með hverjum haldið í dansinum? Ég má náttúrulega ekkert segja, ég held með þeim öllum. Það eru 5 pör eftir. Þetta er mjög erfitt Þetta fyrir mig. er 1 par út í kvöld. Og það er Vala Eiríks náttúrulega er frábær og Siggi sem er með henni er búin að þjálfa hjá mig lengi, toppmaður. Já. Þannig að ég held sjálfsögðu smá með þeim. Já. Og sé alltaf Haffi Haff náttúrulega, veist, ég elska hann á lífinu. Giggaði með honum. Þó hann að fara á girðingunum á sín tíma og allt það. Og sé með Veigar frábær líka, Jón Viðar í sporthúsinu með vöðvingjónum. Þetta er sko ég þekki öll liðin þarna. Já, og svo Manuela og Jón. Og þau þekki þau líka, þau eru frábær. Þannig að þetta er mjög erfitt. Ég sagði því frá byrjun, og ég ætla bara að standa við, ég sagði áður þetta fór í gang að Haffi myndi loka þessu út af því að fer engi jafn mikið all in í svona á hann. Og ég ætla að halda mig að Hann er Haffi loki. eini keppandi sem hafi farið að gráta af gleði í stúdíónu. Það er út af að fer alltaf all in, það er mikið passion í hann. Já. Ég er sammálaðið, ég get ekki valið eitt par. Nei. En ég ætla ef ég þyrfti að ef ég væri að gambling man sem ég er, Já. þá myndi ég veðja á Haf Þú veða. og hana hérna Í síðasta Sophie. þætti Heitir hún ekki Sophie? Jú. voru Veigar og Ástrós með hæstu einhvern sem er ekki geggjaða dans. Ef einhver stelur þess að Hafa, þá verður það hann. Ok, en val okkar og Manuela þið. Já, hún er alltaf bara Já, geggjur já. líka. En þetta er bara svona sem ég held að muni sigla þessu heim. En Vala er líka góð dansari og Siggi geggjaður. Og Val er búin að vera geðveika með þetta. Þannig Já, ég held með þeim öllum. Og Jón Viðar er í þessum sal hann uppi í sporthúsinu nánast 24/7. Þannig að hann er að taka þessu mjög alvarlega. Það er magnar, ég verð núna bara að viðkynna fyrir hlustendum og ég get að máli segja það, við Sigrún við dönsum í lokaþættinum sem er ekki núna í kvöld heldur eftir viku og við erum búin að æfa þetta núna þetta er ekkit eðlilega erfitt og þurfa að gera þetta í hverri viku það er bara beyond me. Þetta er hvernig lið fer að alveg þessu. vinna. ekkert eðlilega mikil vinna sko. Nei. að reyna að muna spór þú getur aldrei tekið þátt í þessu Nei, ég bara veit bara ekki sjens Ég veit það. já, ég er ekki að reyna að leðlu Nei, það er ekki möguleik Og bara Það má pakka steinda saman í dag. Ég tekið sér illa. Ég gæti það ekki. en ég myndi borga fyrir að sjá því þessu. Já, nei, ég bara á ekki heima þarna. Hefur þú dansað? Einhvern tímann? Já, ég sko, jú, ég var Ertu að dansa? dansa.
Dansaðu, ég hef aldrei séð dansa á jamminu. Já, við höfum oft dansað saman. Færði snúningsöndum? Ég fæ mér alveg snúning, en hann er ekkert upp á marga fiska, skilur. Nei, en við erum hvorið svona, enginn af okkur, þú ert ná ekki mikil dansað. Nei, ég meira bara á barnum með eitt viskiglas. Mér líður vel á barnum að segja bara einhverja brandara, sko. Ég hef aldrei séð standa við barinn að segja brandara heldur. Nei, mér líður bara Blöð ekki moves. Mér líður best á rápinu, bara rápa einsum. Já, af öllum í okkar svona hóp, þá er einn yfirbyrlað dansari. Jón Gunnar Gerdal? Nei, Sverrir Bergmann. Jón Gunnar Gerdal? Ég sé hann þennan reyður á gólfinu og græður. Það er rosalega. Ég elska það. Það er enginn betur á gólfinu en Tedman. Það er skárra að sjá Jón Gunnar á gólfinu eftir að hann snóða þessi. Það var ekkert verra þegar hann var með fliksurnar, kófsveittur, reyður og græður. Já, og bara svona varrandi einhvern veginn. Bara þegar hann kom með, þú veist, maður sá snöndum, hann kom að dansskólinu bara gegn votur. En Svessi með geggjum úr, sko. Ég var til að sjá Svessa að taka það því þessu. Svessi, hann myndi pakka þessu saman. Það er gaman að fá hann á næsta. Þannig fólk fattar ekki hann er góð dansari. Já, því allir þessi króksana, þeir eru með, það er Jackson í öllum dansmúfum hjá okkur. Ekki Húgimenn get ekki tekið það. Já, þau eru danskur. Það er alltaf óvart. Nefna Digital Cuss, hann dansar ekki. Það er eini mann sem dansar ekki. Hann getur ekki dansað til að bjarga syni sínum. Þannig að ég myndi aldrei setja peninga hann í svona keppni. Hann á bara að sitja og drekka rauðin og vera dólgur ykkur þar. Nei, bara þannig, ég ætluðum að fara í spurningkeppni Gilsarans, en við erum búin að spjalla svo lengi dansinn, þannig að ég minni á allir geta dansað í kvöld. Hér strax, bara í næstu innkomi, þá förum við í spurningkeppni Gilsarans. Þú ert að hlusta á hlaðvarp FM 95 Blu. FM 95 Blu með ykkur hér á FM 957 og já, það er komið að dagskrárlið sem að við nú rætta hér áður. Þetta er svo liður sem við Steindir hræðum sko mest. Það er spurningakeppni Gilsarans og sérstaklega konseptið í dag. Já. Ég er skítræddur það. Hvað var þetta áttur? King of flöskuból? Já, ég er bara, þú veit, King of the Bottle Service eða bara konungur flöskuborna. Konungur flöskuborna? Þú veist. Það er eitthvað inni mér að deyja núna. Hvernig væru stöðlarnir núna? Steindi var the clear favorite, en sko. Fóruðu á flöskuborna síðasta föstudag? Nei. Við vorum svolítið ráfandum, en við vorum alltaf technically. Því að ég sá settir á Instagram og svo spenntur að fara á flöskuborna. Við sátum alltaf sko á flöskuborna, technically vorum við á flöskuborna þessu herrakvöldi, sátum alltaf með sikkur flöskuna, þetta var bara, og þú veist, það var bara gaman að vera með Steinda og flösku. Já, bara hvernig var að bera sig þarna og svona, bara hann kann þetta. Við skulum sjá hvernig það verði komið og bera sig þarna. Sko, en þetta er líka, nú ætlum við bara að fá þetta hreint og eftir þetta er búið að loka þessu flöskubólskríni. Já. Það er nú góða fréttir. Já, það hljóma vel. En alltaf, þú veist, þegar við báðum fara á flöskuból, þú veist, þannig að ég myndi segja, veist, ég hef farið sjaldnæst hérna inni á flöskuból. Ég er 100% viss það. Já, ég er bara viss það. Ég er ekki viss það. Já, við ekki bara. Ég held að Egil hafi líklegast bara farið oftast. Já, fyrir að segja það. Ef við ekki bara tjekka. Men hann er náttúrulega með þessum keppnum. Nei. Ég er að spyrja bara. Nú förum við þetta. Hefurðu tilt þér á flöskuborð eftir að fórst að þjena the big bucks? Þetta er ógæðislegt. Steinda, þú tekur þessa kannski fyrst? Þjenaði big bucks. Hver er að því? Ég alveg tala. Nei, ég er að meina bara svona, ég er ekki að tala um þú á 20 krónu. Ég tala bara núna svona. Ég er bara fullorðins árum. Já, ég hef gert það. Er það ekki? Já, það er, já, hjá mig líka. Sko, 1-1. Það er spennandi. Já, það er spennandi. Hefurðu verið stattur í Sin City, Vegas og flaskaði upp? Já. Nei, heyrðu, auðvitað líka. Er ekki báður? Það er 2-2. Já, það er 2-2, já. Sin City, þetta er kallað Sin City. Já, þetta er. Þið flaskuðu ykkur upp þar. Takk fyrir hennan fallega punkt. Hefurðu verið á flöskuborði með Messi? Já, reyndar. Punktur og blóðan. Rándið punktur. Þarna var ég ekki punkt. En svo Eiður talaði svo fallega á Twitter daginn, þá eldi hann allt í áratug og hann reyndar var ekkert mikið að kommentir á það, svona helminguna sem skiptum, þá ringdi hann í mig og búinn að kaupa flugmiðan, drullar út af flugum, þú ballus og konulus, en þar dætti hann eitt svona borði á. Það er rosalegt flöskuborð. Þetta er ég komin yfir þá? Já, Blöð er dominating lead núna. Málega það, ekki dominating. Málega það, ég held að ratioið, ég held að Blöð sé að fara að pakka mig saman. Já, sko, þetta er 3-2. Getur ekki verið. Sko, þetta er, já. Ok. Sko, höldum áfram. En flöskuborð með Messi, það er rosalegt. Hverju tókst ekki svona 60.000 myndir af því? Því að Eiður bannaði mér það.
Ég hef farið fram hjá því. Ég náði einni en við lofa að post ekki. Hefur þið setið á borðið á skemmtistað, saman hvað skemmtistar er, hort á lagargóminn, standandi í röð á barnum og tekti svo glottandi í flöskuna þína og hendi í blöndu? Það er svo mikið á því Jesus. Það er mjög næs að vera flöskuborð og horfa svona á barinn og að Þegar spurningarnir eru svona langar hjá þér þá byrja ég alltaf svona svitna þá þarf þetta Þetta er svo óþægilegt útvarp. Nei, ég hef aldrei gert það. Þetta er óþægilegt. Þannig að spurningar það út í flöskuborð. Já, þetta er bara ógæst. Það er bara spurningar flöskuborð. Það er bara 14 spurningar flöskuborð. Nei, ég gef ekki leyfi á 14 Þetta er bara 8 max. Heyrðu, já, nei, bara nei hjá mig líka. Ég hef aldrei hort á Tekni glottandi í flöskuborð. Nei, aldrei. Þú væri nú líklegri stendur. Þú ert alltaf svo hress. Það bara passar ekki við minn karakter að gera það. Bara tegja sig. Það verður hressjú. Jú, hann er að tala um að ég er að horfa á fólk að byrja á barnum og ég glotti og tegi mig bara einhverja vodkaflösku og bara hell í glas. Það er ekki svo leiðis og ég bara vill ekki punkta það. Það er mjög næs að vera á borði og sjá að stappa á barnum. Þú eru ekki að spá í því. Það er alveg bara þægilegt að geta setið saman hópurinn. Ertu það mikill baller að Það er að fara að koma að þú hefur flaskað upp þó það er barn heima? Nei, það hef ég ekki gert. Ég hef aldrei farið á flöskuborðu sem pabbi. Það er svoleiðis? Já, ég myndi ekkert gera þetta það maður. Þegiðu þetta, þú ert ekki að fara að spila með þessu. Hefur ekki flaskað upp þegar Teddy mætti það? Nei. Já, hann er samt, þetta er kaldan í honum. Hann er að djókið þér. Hæ? Ég hef aldrei gert það. Nei, ég veit þú hefur ekki gert það. En þegar þú segir hún myndir aldrei gera Tedda Sverris það, flaskaðu það er bara mest að bötsið í heilist. Ger hún hvað? Hvernig á flösku? Ég sé að það er flöskuborðu með barn heima. Það er bara ekki ég. Það er baller move. Gleymið þessu. Já, næsta. Ég þarf að svara fyrir þér. Já, bara já heima. Er það ekki? Jú. Þú hefur flaskað upp með barn heima. Já, Egil, þú líka. Það er ekki dæðilega spennandi. Já, bara, ég myndi að segja flesti sem flaskar sér upp eiga börn. Hanskotin hafið það. Þetta er aldrei verið spennandi, ok. Og við verðum líka hægt að nota orðið flaska mig upp. Er það ekki alveg bara dögt? Það skiptir það er allt ógeðslegt í þessu, klárum þetta bara. Ok, hefur verið erlendis á borði og bent gellu á flöskuborðið og sagt You see that table over there with the bottle? It's mine. Og þetta er Ég held að þetta Hvað er þetta að segja? Hvað er heila blóðir í þetta? Hvað var þetta? Það lappa frá borðinu og bent gell á borðið sem var bara flöskuborð Bara einhverju konu? Já, og sagt That's mine. Nei, ég held að That's mine. Hvað tala flöskum? Bara eins og smíkul að tala It's precious. Það er stundu skera menn til þess að fá eitthvað dömur á borðið og eitthvað. Heldur að hafa eitthvað gert þetta? Já, við erum með flöskum á félaginu, viltu fá að setja? Menn hafa gert þetta, já. Ég gef grænt að þetta hefði gest á Íslandi og þið hafa sagt á íslensku hörðu þetta kallir þið með þetta flöskum bara hana? Hei þú, þetta er mín flaska. Ég gef punkt á það. Ok, ef þú varst að spyrja okkur maður að búða einhverjum til að fá sér drikka eitthvað á borðið sem við sittum við, já þá var svarið já. En ég hef aldrei sagt eitthvað look at the bottle over there, it's mine. Það var ógislegt. Það var alveg leitt. Hefur þú gert það Steindi? Bent svona Ég hef aldrei bent á flösku. Ég hef aldrei setið og bent á flösku. Já sko þá er 4-3. Nei, herðu, þetta er Steindi hefur vist alveg setið við borð og búð eitthvað sem kemur inn, eitthvað sem þú þekkir. Það er að ljúa, þetta er ljúa þjóðin. Nei, ég var leið, sko, það er alveg rétt. Ég hef oft bóðið fólki í glas. En hérna, já, er það fast fyrir það? Það er það sem ég var að tala um. Já, jú, það er bara auðvitað. Það er, já, ok, 4-4, það er þá mjög spennandi. Hefur þið fengið þér glas með Björgatór? Nei. Jeps. Rándið punktur. Ok, Steindi er komin with the lead núna. Það er komin yfir? Já, 5-4. Shit. Ok, 2 spurningar eftir, þetta er ekki búið. 5-4. Hefur þú stungið ofan í laug, fengið þér smá sundsbrett, hugsað svo í miðri skriðsundstróku? Skriðsundstróku? Fuck it. Ég tekið eftir skemmtikraftur landsins. Ég flaskaði þetta bara. Hefur það gerst?
Sko, ég held ég ekki sem skriðsund sem ég var 13 ára. Ég er að fá stingi í heilan. Bara með svíður í heilan. Ég er ekki tekið eftir skemmtikraftur landsins, þannig að þetta er nei hjá mér. Já, ég er ekki heldur tekið eftir skemmtikraftur landsins. Ég kann ekki skriðsund held ég. Og ég hef aldrei verið í kafu og hugsa bara, hvað ég flaska mig upp í miðju skriðsund. Ég hef ekki synt bara síðan ég var 8 ára gammal eða eitthvað. En fyrir þetta skriðsundi, hefur þú hugsað hvað get ég flaskað upp? Bara, þessi kemni búinn. Ok, sko, ég er ekki. Nei, ég bara aldrei gert það. Og það er 5-4 stenda. Wow, þetta er aldrei spennandi. Getur ég jafna? Hefur þú verið á flöskuborði a tad overweight? A tad overweight? Já. Nei, ég held að það er bara ekki gerst um mér. Er Steindi að fara að rústa þessu 6-4? Já, þú ert að spyrja mig. Þá hef ég verið bera ofan á flöskuborði. Hvað er svo að finna þetta? Og jú, ég var í sundlaug og ég er með nokkur svona jólakíló á mér. Það svaraði já. Ok, þú ert konungur flöskuborðana. Það er komið staðfesting. Hvað er veistla? 6-4. Þú pakkar þetta saman. Ég veit ekki hvað ég að segja. Á ég að segja það? Það er bara great honor. Já, bara þetta er flott. Og bara, ég er ánægð að sé búið að gera þetta líka. Hvað hétt hann Viðar í síðustu viku sem sagði konungur flöskuborna? Hann var greinlega ekkert að íkja það. Þú ert það? Já, ég er það, já, greinlega. Til lukka með þetta, Tjún. Já, takk. Þú ert að hlusta á hlaðvarp FM 95 Blu. Það held ég, kæru hlustendur, til að hlusta á FM 95 Blu. Það er fössari, 24. janúar, menn eru léttir, ég er að fá blót í kvöld og já, ég hef aldrei beðist. Steinþór, hvernig ert þú? Ég er bara fyllandi fín. Þú varst grenjandi í byrjun þáttar en þú ert búin að vera ferskur, ég var að gefa þér hann. Já, ég er bara. Tókst einhver bandarísk lyf og eitt kaldur. Ég trú, þetta er svo barnalegt að vera veikur. Þú ert búin að hrista þetta aðeins. Já. En hefur strákar, það er komið að hvort myndir þau. Alltaf að koma með hristinskjöðina. Nei. Hvað ætlaðu að fara? Nei, erum við að fara í eitthvað svoleiðis? Nei, bara þú búin að hrista þetta aðeins. Strákar, við erum að fara í hvort myndir þau frekar. Og sko, ég vandaði mig hrikalega mikið við þessar spurningar. Og þær eru krefjandi og engin fljót svör. Nei. Bara þið þurfið að svara heiðarlega og þið þurfið náttúrulega að velja annan valmöguleika. Við kunnum reglurnar, sko. Akkurat, ég veit. Hvort mynduð þið frekar? Fyrsta spurning, þið eru klárir. Já. Yes. Hvort mynduð þið frekar fá ykkur Liverpool tattoo á hálsinn? Það ég get eða bara sagt hitt. Já, sko, ég veit að þeir eru grjót harðir mannjumenn og fyrir utan það þá er þetta líka bara viðbjóður þótti væru Liverpool. Alltaf verið rúlugraból. Já, bara þú veist, þeir eru með Liverpool tattoo á hálsinum eða húðflúra dauðum ketti hangandi hérna niður kinnina. Þú viltu taka dauðan kött hangandi niður kinnina. Já, sko, rólegu blöð. Já, ég er að segja það. Hann er mjög illa leikinn þessu köttur og hann er bara hérna alveg yfir allt andliti. En Liverpool-tattúið, er það alveg upp, veist, ef ég er í skirtu, já, það glittir alltaf í það. Já, þú getur náttúrulega aldrei að hylja það alveg. Þetta er rúlugrafabólur, bara alltaf. Alltaf rúlla eða, sko, bara rúlugrafagilsi. Já, dauður köttur En sko, rúlugrafabólir, þeir fara inn og út. Þeir eru ekkert alltaf í tísku. Nei, bara hræðilegt sko. Líka í gimminu, hvað við rúlugrafból. Já, hræðilegt. En sjáu þið fyrir ykkur með dautt dýr í andlitru? Það er líka mjög. Það er ógeðslegt, en ég verð að taka það. Ég er ekki eitthvað bara að segja þetta. Já, ég er svo mikil United maður. Ég bara gæti ekki verið með Liverpool tattoo á hálsinu. En andlits tattoo sko, þá er svona rétt, þú veist. Ef þú myndir segja Liverpool tattoo á raskatið á mér eða dauðan kött yfir andlitið, þá myndir ég setja hitt örugglega. En fyrst það sést og þá tek ég bara kött. Þú hendir þér á köttin? Já. Hvað ætlað þú að segja? Þetta er bara hræðileg alvarleika. Ég veit það, en þetta er bara, þú voru að vera heiðarlega með þetta. Þú getur ekki verið með dauður kött í andlitinu, ekki báðir. Þetta er svolítið Sophie's Choice. Dauður köttur, en ég Liverpool á hálsinn. Ég held ég ágæs, ég myndi ekki bara taka hennan skell með köttin og öllum myndum er ég bara að vinna með hinna hliðina. Þú tekur köttin? Það sín aldrei köttin. Strákar, ég held sko, þið eru klikkaðir. Ég menna, þú veist, þetta er jafnslæmt að fóta hálsin og andlitið. Já, ég er sammála því. Þetta er rosalega. Ef þetta væri raskatið og hálsin, það var ekki döðsinn. Já, sammála því. Nei, við blöðum við tattu á raskatinu. Já, það sést basically aldrei. Nei. Hörru, þá er næsta. Hvort mynduð frekar vilja láta taka úr ykkur alla tennurnar
bara missa tennurnar eða að handlegsbrjóta krakkan eitthvað viljandi. Tjúvill þessi með ógeðslega spurningar í Danmark. Og byrjust, nú ætlum ég sko að segja að þú basically væri búin að setja bara upp einhverja gildru þannig að hann væri bara að labba og þú veist að hann mun detta og handlegsbrotna. Sko hann er 9 vikna. Þetta er miklu ógeðslega fyrir mig heldur en Egil sko. Já, sko, það er rétt sko. Nefnir handlegsbrota 5 ára stelpur sko. Já, 5 ára stelpa á stíkaslega handlegsbrotar. Ég er að fara að taka bara. Þetta er 6 vikur að gifs og krót og gifs og getur þess að vera gaman sko. Ok, gefum okkur þetta að Teddy sé þá 5 ára. Okay. Við verðum eiginlega að gera það. En eins og ég segi, það er að missa allar tennurnar. Og það er hægt að fá sig. Og tannlausir bara að... Já, en þú getur fengið náttúrulega fínt stell. Þú getur átt að smíða upp í tennur. En þú missir þínar tennur. Ok, þá getur maður talað eðlilega og svona. Ég veit þetta er ógeðslegt svar. En það er ekkit eitthvað. Þetta er ekki þægilegt. Ég myndi handleggsbrjóta svona. Þú myndi gera það? Já. Ég get ekki verið bara tannlaus. En sko lengi að fara, mamma var að fá að tennur. Pælti hvað þetta var í vont. Það myndi gráta og... Já, ég fótbrotnaði 5 ára. Já. Á snjófótum. Manstu hvað það var vont? Já, viðbjöður. Já. Þú ert að bera mig á sjúkrahúsi. Já. Þetta þarf að upplega það. Það var á Selfossi. Já, en það er bara því miður, það er líka bara herðir hann. Sko, það er bara gifs og áfranga. Sko. En sko, það er bara herð. En ef þetta var sko tannlaus, þú er bara tannlaus. Þú getur alltaf talað, þú veist, tannlaus. Já, já. Getur ekki getið bara á fljótandi, ræðilegt. En ef ég maður gerði tennur, skjanna hvítar. Já, sko, þú er átt á því hvað það tekur langa tíma að fá það og allar aðgerðum hvað þetta er dýrt og þetta er ekki gómur, bara sem þú skellir upp og gamla fólki setur í glas og það er að leggja sig skrúað upp í, þú þarfst að fara til útlanda ykkur aðgerð líklega, eitthvað sliðis, ég veit ekki þetta er viðbjör en já, þú bara missir þetta þína tennur sko, ég hef maður að segja um þetta það var ykkur vinkonarna sem var í gipsi og það var gaman að króta og það var allir krakkarnar að króta og það var svona activity í kringu það ég hafa svolítið gaman að þessu þannig að þeir eru reynslubokkan það herðu þau þeir brjótu hendur á krakkarnar ég minn, þetta er ekkit vesen, þetta er 6 vikna vesen já, veist það, nú langar mér svo að vita hvað hlustendur myndu að segja líka þetta er ógeðslega erfið spurning nei, það er allir sammála okkur allir sammála? Minna krakkar lenda alltaf í því að brjóta eitthvað bein en ég get staðfest að ef ég þurfti að velja í dag þá myndi ég taka með tennurnar heldur en að handleggsbrjóta 9 vikna barn já, það var í vesen ef við erum ekki handleggsbrjóta þau dettaðu það ekki? Jú, detta bara beint upp sjúkrahús það er ekki stífið sér gal króta á gipsið já það fellir hann bara já, þú ert ekki að fara bara að brjóta hendina ég mjög skemmt þetta eftir á þegar það var svo stífið sík já, þetta er bara stemning þannig að það var að þriðja og ég er mjög spenntur að vita hvað ég velji hérna ef þið þyrftuð að velja hvort mynduð þið fara í 40 mínútna bílasleik við mömmu ykkar eða pabbi ykkar á hverju bílasleik með það hvað skára, eða verða ég fatti þetta ekki það er bara vont að leggja bílnum hóri sleik bílinn skiptir engum þetta var alveg að nógislegt inn í svefnherbergi já sko, þú færði samt á rúndin ég bara drullu sama það hefur ekkert með bíl að gera þetta er bara hvort myndir að fara í sleik mömmuðina að pappa þetta er mjög erfitt í dag þú keirir upp í Kirkjugarði Mósberg horfir yfir Reykjavík en byrja það eru 40 mínútur ég bara myndi ekki að út lengsti sleikur sögur hann er ekki einu mínúta er langt í sleik þið eru bara í sleik og að keli 40 mínútur í bílasleik þetta er ekki hægt að svara þessu ógeðum hvort er þetta mamma ykkar eða pappi ykkar þetta er ógeðslegt þetta er hálf bíómynd út í sleik sko og hvað var það setna? Pappiðinn? já það er bara spurningin mamma en eða pappiðinn ég ætla að maður velja annarkvort af þeim og síðan kemur annar valmöðuleiki nei ég sverða ég held bara verði ég að velja annarkvort ég get ekki svarað þessu jú, þú myndir ekki velja Kitta Blöð er það okkur? Kitta Brits sko ég get, nú þekkjum við bæði mjög vel mamma og pappa, kannski ekkert skrítið ég myndi alltaf tilkynna það ég myndi alltaf Kitta var heldur góður í sleik sko, málið er að mamma mín og þó hún hún er svona, ég segi nú ekki hressar hún er þægilegri, sko, pappi minn er þannig við vorum saman á Tenerife jólin það má ekki koma 2 sekúndna þögn þá byrja pappi minn að tala jæja, hvernig gengur í vinnunni hún finnst allt óþægilegt þannig að slellir óþægilegur þannig að þetta er miklu verra og skrítnara með pappa minn já, hún finnst þetta viðbjóður já, ekki það, mér finnst þetta þægilegt sko. þannig ég held ég tæki mömmu já, tæki mömmu já, af því að hún myndi einhvern veginn hún er eðlilegri við mig eftir þetta ég held að pappi myndi hægt að tala við mig hvað myndir þú fara með, myndir þú fara í öskjulíðina, hvert myndir þú fara? Mér er bara drullu sama, ég myndi örugglega fara einhvers staðar á einhvern klett og keyra svo bara niður það er bara einhvern áhuga að vera í bílnum eftir þetta sko. En þú, hvað það þú? Já, þetta er bara, þetta er hræðileg spurning. Er pappiðin svona sleikall eða? Ég veit bara eitthvað að Einar sé sleikall, sko.
Þú veist, ég þekki það ekki. Það ekki bliksmið? Ég er bara ekki, Já, hann var gamla skólan. Blikkari og Það hefur verið sleikall einu sinni Ég meina, ef hann er gamli skóli þá var hann sleikall. Ég er bara ekki séð hann í sleik. Þú veist, pappa er í sleika? Nei, ég hef aldrei séð pabbi í sleik. Nei, það er bara... Ég held að pabbi minn sé ekki mikill sleikall, sko. Þú er ekki hugmyndu það? Það getur við sleik núna. Þú sagði nú eins og neitt í þættinum að pabbi þið væri varla kynvera. Já, ég bara líti ekki á hans í kynveru, sko. Ég get ekki ímyndað mér hann í sleik. Nei, hann er sleik núna. Já, ég veit það nú ekki. Sko, þetta er... Þú þarft að velja, er þetta einar Þessi keppni í dag hjá það er bara öll keppnin í heil. Það var ógeðslegt. Það er eitthvað erfiðasta Hvorfundur frekar keppni sem ég farið á Já, æðum. það var metnaður í henni, þetta er bara erfiða spurningar. Og þetta er bara jafn vondar 40 myndur. Þetta er basically bara, þú veist, flippa coin. Mamma og pappi bara... Og vonar helst að þetta þá pappa þinn? Já, ég hefði sleiku einar bara. Nei, þar höfðu það. Hins er blik. Þú farið ekki að sjá hvort myndir þú frekar aftur, Stenko. Þetta var viðbjóður. Öddi, Steindi og Gils í FM 95 Blö. Alla föstudaga. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttul. Þeir eru hlusta ekki á FM 95 Blö á FM 957 á þessum, fína föstudegi, 24. janúar og við drengindir erum í gír. Auðun Blöndal, Egill Einarsson og konungur flöskuborðana eftir keppni dagsins, Steinþór Róa Steindór. Hamingju, Stóni. Já, til hamingju með þetta. Takk hérlega. En herruðu, við ætlum aðeins að róa þetta og fara í virtan og svona alvöru dagskrárlið, eini dagskrárliðin sem að kennir fólki eitthvað, það eru sturlaða staðreyndir. Og ég meiri þess að talandi um þetta kennir fólki, ég nota nokkra sturlaða staðreyndir heimaðu mér. Til dæmis, ég set alltaf tyggjó, fæ mér alltaf tyggjó fyrir að skera lauk, læriði það í sturlaðum staðreyndum, fullt af svona hluti. Þú veist, ertu að segja þetta við konaðina líka? Svona lauma henni einn og einni? Já, það er ekki spurning. Jú, nú orkin ég rækul. Nei. Þetta er insane facts. Já, og þetta virkar. Ef við erum að fara að skera lauk í kvöld, fá okkur tyggjó. Þá grætur ekki. Fólk læri líka svolítið á slúðurinu. Það læri hvað þessu celebrities er að gera á. Það er þetta góða punktur. Ég er einið þetta þættinu sem er að kenna eitthvað. Þetta er samt eiginlega bara, er þetta ekki menningaþáttur? Jú, hann var flokkaði þannig. En eru þið tilbúinir, það er eitt af þessu er hrossaskítur. Okay. Og já, hlustendur þið mig enn til að reyna að spotta líka hvað af þessu er kjaftaði. Og við byrjum hér á fyrstu. Hljómsveitin NSYNC hefur aldrei lýst því yfir að þeir séu hættir. Þeir eru búin að vera í 18 ára pásu og hafa núna skoðað að túra án Justin Timberlake. Wow. Já. Og þá spyr ég ykkur, myndi einhver sála mæta Þeir manta cash. að sjá NSYNC án Justin Timberlake? Ég get ekki. Hvað heita Joey Fatone og einhverjir þarna? Já, þetta er veist, ég held það. Já. Þetta er svo nett svona. Hann er mikilvægur samt. Það er alltaf eitthvað lið sem, þú veist, voru fans og myndu fara þarna, kannski klippi. Já, ég skammast mér ekkert að segja það. Ég var NSYNC fan einnig alveg það. Og eru þeir að fara að taka þá bara gömlu lögin og... Nei, nýtt að, jú, Ég meina þeir hljóta þá að koma tilbaka og halda tónleik og semja kannski eitt nýtt lag eða eitthvað. Já, veist, Backstreet Boys reyndar, þetta er góða punktur í það. Backstreet Boys gerðu það, þeir komu með nýtt lag og túruðu. Já, en eru allir með lóðrétt utan Justin sem voru í bandinu? Það er nákvæmlega þannig. Það er nefnilega munurinn á NSYNC og Backstreet Boys sem að ég held að sé svolítið að bugga hina meðlum NSYNC. Backstreet Boys voru allir jafnmikli nobodies eftir að ferlinu lauk, eftir að Backstreet Boys hættu. En NSYNC er ekki þannig. Það er ein superstjarna sem gerir þetta erfiðar því þeir væru lunga byrjar að túra þeir væru allir á sama stað. En ég veist það Þeir hatu örgulega Justin. Nei, auðvitað kannski. Getar ekki trýnt í hann og fengið hann svona leinigest, eitt gig? Ég held að sé nóg að gera hjá honum sko. Já, líklega nóg að gera hjá Justin. Já, hann leika og eitthvað líka sko. Já, hann voða busy núna. Þá var það næsta og þessi hérna er skemmtileg. Randaflugur skilja starffræði og já, vita konseptið 0. Hæ? Já. Þetta, hvað áttu við? Bara markvölduntöfluna? Nei, þau setjast ekkert á back. En það skilja starffræði víst. Hvernig geta það skilið það? Þú veistu, pældu því hvað heilinni er með lítill? Já. Þetta stendst ekki? Nei, af því að mig grunnar þetta sé ekki hrossaskítur. Nei. Mig grunnar þetta sé insane fact. Þetta sé það, já. Og ég bara kaupið þetta ekki. Ok, þá bara segir þetta sé hrossaskítur. Er það bara góður í starffræði? Nei, það er ekki. Ég var ekki að segja að vera góðar í starffræði. Ég er að segja að það er skilji starffræði. Þannig að ef ég er að sé bíflug inn í hamir, þá veit ég bara hún er góð í starffræði. Það meikar ekki sönn. Maður ég er ekki að ná þessu. Ég er að segja að þeir skilja hugtæki starffræði. Fljúandi bara pí 3,4. Nei maður, það gengur ekki. Við erum vitlausir maður. Það er næsta. Þetta er bara þessar síður sem þetta skoða. Þetta er svo vafasama síður. Þetta er ekki legit síður. Nú, ok, samt að við tjekka á helling og þetta virkar alltaf. Næsta, karlmenn eru með bragðleika utan á eistónum eins og á tungunni.
Og þetta var með þess að ég sá eitthvað greinum þetta núna í vikunni þar sem að það er orðið eitthvað svona challenge á Instagram eða TikTok eða einhverju að vera að setja eistun á sér ofan í sojasósu og eitthvað viðbjóð til þess að tekka á þessu. Og byrja þannig að ef ég set eistun á mér Já. bara ofan í eina nýpantaða pítsu Ofan í, hvernig pítsur pantar það? Nei, ég er að segja Ég myndi halda að setja eistun á þér á hana, ekki ofan í hana. Já, en þú veist, já, ég mitt, það er rétt hjá þér. Ok, Finnur að það bara bragðið að ef ég set bara pítsasneið á pungil á mér fyrir við sofa, set sneið á pungil þá er ég bara með bragðið alla myndina það stenst ekki ég ætla að prófa þetta ég ætla að gera þetta Það er eitthvað töffar í steindalum. Nei, ég ætla að gera þetta Ég hótt að fara að gera þetta í kvöld ég er hálf veikur ég ætla bara heim og fara að setja mat á pungil á mér ég ætla að prófa þetta, ég ætla að Eða pullu eða eitthvað bara, veist bara já Það er næsta það setur ekki pulsu á pungil á sér það er bara vesen Það er eitthvað ógæslega pítsasneið. nei, þetta er bara pítsasneið Testa þetta bara í kvöld Þessi hérna er æðislega, mér þykir vænt þessa. Ég er að halda áfram með þetta en ekki randaflöður. Geitungar verða fullir. Þeir sækjast í bjór, ég er nú verið með þá staðarind aður og verða agrísefari ef þeir eru konir í það. Og það eru geitungar sem sjá geitungubúið og þeir hleypa ekki inn fullum geitungum. Og þetta er einlega mínum uppáhaldsstörluðu staðrindum frá því ég byrjaði með Hvað er það að tala um að það séu bara dyraverðir? Já, það eru bouncers. Sjáðu bara ef það er þessi mökkuð Hún er niður ekki ára Það komin var að renna af geitungum áður en bara að fara inn í búið. Ég elska þessa störluðu staðrindu. Ég skal segja ykkur núna, þetta er ekki hrossaskip. Ég er enda sammála þessu að bara láta það fljúa þetta af sér og koma sér aftur Já, en er það þá basically fljúið af sér En er það basically þá, þú veist að Máttu drekka og fljúa? Er það samt ástæðan fyrir því þá að ef það komast inn í búið þá verða það með vesen við hina geitunum Bóttið, eitthvað Þú svo veist að myndafætt og Ég meina hversu oft þetta erlendis með eitt jökul kaldan og það er eitthvað djöfu skeitungur á kringum þeir sækjast í þetta, það vilja þetta, já. Er í drikknum Já, en það munið þá næst, ef einhvern geitungur kemst í björun ykkar, þá má hann ekki fara í geitungubúið Það má ekki strax. vera heim. Nei, það er geggjað, ég dyrka þessa staðrind. Svo er næsta, og þessi, hún hrætti mig pínu og bara minnir okkur á hvað við erum mótið gamli drengir. Árið 2050 er jafn langt frá og 1990. Mér finnst ekki svo langt síðan af 1990 og ég var 10 ára í skotbolta. Nei Ég var ekki komin á dínuna þá, 2 ára í það. Mér líður náttúrulega bara eins og ég sé 17 Næ, 17 slökum aðeins. Ok, Mér líður eins og ég sé 30. Já, mér líður eins og 30 Já. Ég, þú veist, það er minna 5 árum, ég er 35 Já. Mér líður eins og 24, allavega Já, 24 hvað veist þú verða í aldri? Já, ég meina, þú veist, við þjóðu viti það alveg, við tölum með kók og piss hérna á Við erum föstudögum, þannig að ég seinþroska, segi að við allir. Já. séum tvítugur, sérska Mér finnst það bara eiginlega ekki til að skamma sér fyrir en að við séum seinþroska. Nei, minna, þú Og veist meina maður hefur gaman. Já, ég meina, þú veist, við erum fáiðar Já, Það er en bara ég hef gott. alveg fengið ég hef oft hugsað þannig, fólk sem er að segja við annað fólk bara, herru, þarfst ekki að fara að þroskast, þeim leiðist. Já Það er bara ekki að gaman hefði. Ég meina, hvað þýðir það líka? Þú veist, að þroskast Það er ertu svona að- ábyrgð. Já, við erum tökum allir með alveg. Já, ábyrgð ég veit það. Við erum fjölskyldumenn En maður þarf samt ekki að vera leiður Nei, samanlega, svo er það næsta. Spilafíklar eru líklegri til að halda framhjá heldur en aðrir og vilja láta nappa sig alveg eins og spilafíkil vill tapa. Þannig er þú í vesen og getur basically svarað okkur bara hvort að þetta sé rétt eða rang Sko, það er nefnilega mikill, ég hef ofta rætta hérna í þess að þetta, en mikill munur á spilafíkil og gambler. Já, Ég hef alltaf flokkað með sem gambler. Ég vildi með þess að ekki fara inn í kasínu og tapa. Ég verð reiður þegar ég tapa. já, maður vill ekki En tapa spilafíkillin, hann fær kikkið elskar sitt að tapa. þegar hann tapar. Já. Já, ég skilði, er það munurinn? Gamblerinn, hann mætir, hann Já. er fullur, vill bara spila og vill Og hann helst gaman. græða Já. Spilafíkillinn, hann hangir, tapar og fær kikk út í því Hann fær kikkið þegar hann setur stóru upp að hann undir og tapar henni. Já Það er sem hann er að sækjast í. Svo Já. er það hér, síðasta, það eru komnar síma kynlífsskólar, það eru komnir síma kynlífsskólar í Japan. Þar sem að, já, bæði karlmönnum og konum er kent að Við verðum góður í síma kynlífi. Já, En þetta er er þetta bara sniðut flókið? Er þetta ekki bara að tala í síman og fróa það með hann? Það er það sem ég hefði Þú haldið verður að vera góður í þessu Já, Þú verður að vera þetta æsandi og Auðvitað. Og hérna segja sexy Það hluti er og enginn sem myndi að ringi þig og hlusta það runga þig, sko. Nei. Ok, en þetta er heilt skóli Já. Og hvað útskrifastu með gráðu? Já. Og hvað er þetta, stóðkvæður mörg ár? Nei, það stóð bara Þetta lítur bara námskipt Já, kannski. En samt allt í sömu byggingunni. Pældi ég að mæta bara í matabóð og segja og sért í
símakilifskólanum og átt á öðru ári og hlakka til að klára og Svo inn í því en náttúrulega, ég hugsa Japanir, þeir skammir sín ekkert verið að vinna við þetta og það er svo margt sem að Japanum finnst eðlilegt sem okkur finnst ekki. Ég ætti bara að vinna. Ég meina átt geggjaður í þessu og rungar kannski 200 kall á mínútuna Nákvæmlega, búin að læra og þú þetta veist, það er brjála að gera það. Hver er munurinn á þessu og vera bara sölumæður Nákvæmlega, sem eftir að selja ykkur þyrlupall eða eitthvað kjaftaði sem veist alveg að út að svíkja fólk bara ekki neitt. Þá spyr ég, hvað er þessi kjaftaði? Það er ekki fræður að vita. Þú voru að renna hrætt yfir Þetta var enn syngan, aldrei komið randaflugurnar í starffræði, geitungarnir verða fullir og með ekki komið inn, karlmenn verður með bræðlöku utan á austanum, 2050, jafn langt frá 1990, spilafíklar líklega til að halda framhjá og það eru konar símakilnifsskólar í Japan. Ég ætla að segja, sko, Egill, þetta er pungurinn. Já, þetta er pungurinn eða randaflugan, sko, þú veist. Ég kaupið alveg að þetta sé eitthvað TikTok þeng eða einhverju krakkar sé að dífa pungnum á sig hinga og þanga. Það er bara svo það er. En ég held að þeir sé bræðlökar á pungnum að þeir, það sé algjör hrosaskít. Ég viktaði einu svona pung. Þú veist það eru pungina sjálfur þeirra? Nei, bara okkur mókunum gæði. Hvað mennur okkur í? Hvað bara í partí? Nei, það var einna. Ég og Hjöppi vorum einsinni, við spólum einhver ára áttur tíma þátt að exinu og hann gæði að gifta sig og hann var að stekja hann og hann kom í spjall og við viktum pungin hann bara svo vikt, svo viktaði bara kartöflur. Hvað var pungur hann gifti niður þessu og setti pungin hann svo viktina. Ég er nú bara að sjá það að okkar þáttur nokkuð dannaður sem þetta myndi ekki fljú í dag hérna, sko. Við getum ekki viktað pung hérna. Ég minna við fáum alltaf það væri bara keppni, þú veist, hver er með Þingsta pungin? Já, það er endar Pungþór vinur minn sem heim á Skagar myndi pakka því saman. Þetta er Ingþór og kallaði Pungþór, sko. Þetta sé svona pung. Hvað segir þú sem kjaftaði? Sko, ég er að spá að segja bara pungurinn. Má ég ekki segja sama eða? Jó, þegar þau báðir rangt fyrir einhver vonandi var einhver hlustandi með þetta. Nei, það eru engin símakilnifsskólar í Japan. Það var það sem ég bjóð til. Það er vel gert, blöð. Já, ég er orðin maskur í þessu. Þú ert að hlusta á hlaðvarp FM 95 Blu. FM 95 Blu með ykkur hér á þessum föstudegi. Annar þeirra er, veikur en er samt hress og hinn er á leiðin á þorrablót og er komin á sinn annan bjór hér í stúdíónu. Og þessi veiki, ég ætla að fara heim á eftir og ég ætla að prófa þetta með bræðlaugana á pungnum. Og ég ætla, veistu hvað, ég ætla að koma í næsta þátt og segja ykkur bara sannleikann hvort það virki. Já, gott að heyra. Heldur ég fá ekki leyfi fyrir þessu heima? Ég bara segir henni ekkert fara, ég er ekki leiðin til Danmörkunum. Ég veist, ég er ekkert að fara að gera þetta bara einn einhver staðar. Þú veit líka bara sett tómatsós í skál og dýft hún á móni. Hvernig er bræðið tómatsós? Ég bara veit ekki einu svona hvernig það er. Ekki að mista að geggja með frönskum. Hvað, tómatsósa? Já. Það er bara svona tómatsósi bara. Já. Myndur ekki það skilur ekki máli. Og hvað, við erum að fara í augljósa staðreyndir. Það er komið að augljósum staðreyndir. Búin að vera góðu fríi. Þær eru helvíti augljósar í dag. Ok. Ég get alveg lofað því. Veit ekki hvort það sé betra eða verra. Það er betra. Já, það er betra, það er best. Hvað finnst þér, Egill? Viltu hafa það mjög augljósar? Ég er til að hafa það mjög augljósar. Þær eru helvíti augljósar. Já, það er kannski ekki eftir neina að bíða bara. Þetta hlýtur að vera léttast í dagskrárliðinu að semja. Já, sko. Augljós staðreynd bara stingur hnífið og það er vont. Já, þetta er mjög augljóst. Já, en sko, hann getur samt verið svolítið trikki. Ok. Er spurning? Já, það er ein spurning hérna og mér sýnust hún ætla að vera, hún á þig, já. Ok. Hún sleppur alltaf vel að það þannig. Já, ég er alltaf í fríi þannig. Herru, þið þekkir reglunar, Auðun, þú þarfst að horfa beint í augun á mér. Já, það er að setja hann að betta á hérna. Og já, það er Mr. Selfridge. Já, ég er að leita hann. Alltaf Mr. Selfridge. Hann er ekki verið í smá tíma, herru. Má sjá, hérna er hann. Hanna, djöfull er ég ánað með þetta og við gætum þurft að hækka liti í hann. Hann er helviti hár svona. Er hann í botni? Já, nánast. Og ég fara að heyri þér. Já. Heyrðu, ok, þú veist bara hvað þetta er betur, hann er svo mikilvægur. Spila stórslutverk. Þá er komið að augljósum staðreyndum. Þær eru 4 í dag og ein augljós spurning. Já. Og ég ætla að byrja. Já. Það er ekki eftir neinu að bíða. Fyrsta augljósa staðreynd dagsins og hún hljóma svona og hlustiði vel. Já. Íkornar gætu aldrei orðið góða löggur. Hvað, varstu bara ákveð núna ástæðan? Hvað það að segja það? Hann bjóði þetta til núna. Þú bara fegst eitthvað brain freeze og bara góða löggur. Ef þau pælið því, þú veist,
Þeir eru svo stuttar hendur. Hvernig er að keyra? Þeir eru ekkert með hendur. Já, hvernig er að keyra? Ok, það eru til hestar sem eru löggur, ekki geta þeir keyrt. Já, ég meina, þið geta aldrei elt bóa. En ég meina að þeir eru góður að njósna. Þeir getur klifrað upp eitthvað og hlera. Góður búndur. Það er bara Ég held að það var ekkert að því að vera með nýkotna bara í sveitinni. Já, ég viðurkenna að ég samti þess á stanum. Þá er komið Ég ætla að pakka þess Þá er komið að hætti. Já, og það er Íkonar eru góða löggur. Ok, hefur þú séð íkona ykkur tíman æðinni setja sírenu upp á þak og keyra á eftir einhverjum bóa? Nei, Það eru með fára litlar hendur. Það er ekkert Íkona gera Þá er það næsta augljósa staðrind dagsins og hún hljómar svona: haldið ykkur fast. Ef þú klippir ekki á þér hárið þá bara vex það og vex og vex og verður bara sítt, en ekki á þér auðviti. Ég þarf að klippa það ekki. Ok, góð leið til að fá yngjölu með þér. Ef þú veist, En byrju, það vex ekki á þér. En þetta hérna, á hliðunum. Já, Það er vex og vex og vex eða ekki. Það er aftur verið að pakka þess Myndi það fara niður á rass, basically, á hliðan. Hversu sítt verður það? Ég veit ekki, ég hef aldrei prófað það. Ég held að hætti að vaxa. Ég held að báða staðrunum þessar séu að klikka. Er þetta ekki augljósa staðrind? Ég er með hár hér, það myndi vaxa og vaxa og vaxa. Já, ég sá það ekki. Nei. Ok, það verður ekki sítt. Það er ok. Strókar, málið það. Þegar ég er með augljósa staðrindi þá verður það aðeins að hættarinn að finna Þetta er bara staðurinn. Þetta er bara staðurinn. Það er svo blöð með sturla staðurindir. Já, Ok. Þetta er ljón. Eru þið klárir? Já. Þá er komið að þriðju augljósu staðurinn dagsins og hún hljóma svona: gírafar nota ekki gemsa. Það fekk aftur brain freeze og sagði bara gemsa. Að sakuru, að því að, sko, Hann fekk eitthvað smá panik á það þegar ég sagði hann er ekki augljósar. Ég held að sé að semja þetta á staðinn. Hann er að horfa á tóma tölvu. Ég er með Það horfa á tölvuna sem sé að lesa eitthvað. Ég er með stikkor. En málið það, þið get ekki haldið síman við, þau með svo langan háls. Hvernig á gírafi, þið geta að tala í síman. Bara með handfrásan. Shit, góð klæður. Gírafi með handfrása. Það er ekki til. Þið get ekki að tala í síman. Ok, í fyrsta lagi Í fyrsta lagi er það með hófa. Þeir eru með hófa. Þeir ná ekki að setja símanum veirað. Og ef þeir allar með handfrásan, hvernig er að svara í síman einhver ringir, þeir eru með hófa. Já, en þeir eru með aðstofamann sem setur handfrásan En á ákveður er allir komið með handfrásan og aðstofamann. Ok, næsta. Býttu, Það er allt búið að klika. Nei, þessi klikkar ekki. Ok. Þá er komið að fjórðu augljósu staðurinn dagsins og hagið ykkur vel. Hún hljóma svona: þú þarft ekki að vera með hund í rúminu til þess að fara í doggy-style. Þetta er kynlýfstelling. Þetta er kynlýfstelling hjá mannfólki sem heitir doggy-style. Þetta hárið rétt. Við getum ekki tuðað við þessu. Það er engin handfrjáls búnaður þarna. Nei. Og það er ekki góður að njósna. Þetta er augljós staður sem er ekki hægt að fóra. Hún er augljós. Eins augljós að verða. Líklega eina mínum bestu. Þetta er bara rétt. Já, við getum ekkert svo. Þetta er bara rétt. Þá er komið að augljósi spurningu dagsins. Já, hún er á mig eða ekki? Býttu. Jú, hún er á þig. Og þá spyr ég þig. Það er þetta enn eitt eitthvað með babba minna. Ég ætla að vonast þetta ekki að fara eitthvað doggy-style viðbjóð núna. Nei, ég hún hlustar oft. Já, ég sverða, ég veit hún hlustar. Já, menn, þetta er alltaf, hvað þarf ég að tella upp að því að ég veit alveg að það er alltaf rangt. Gíska, hún er að gíska. Mamma mín er ekki grinn eins og bólabítur. Mamma mín er ekki með 4 fætur eins og bólabítur. Ég er ekki að leita eftir því. Nei, hvað er þetta að leita? Gefstu strax upp? Já, ég bara, af því ég veit að það er alveg saman hvað ég segi, þá finnur eitthvað annað. Gefstu upp? Já, hver er munurinn á mömmu minn og bólabít? Bólabíturinn hefur ekki riðið pappa. FM 95 Blu. Það held ég þér að hlusta hér á FM 95 Blu á FM 957. Tíminn er fljótur að líða þegar það er gaman. Heldur betur. Það saði góði maður. Og það er eiginlega bara svona nánast komið að lokum hér hjá okkur í þessum menningar þætti FM 95 Blu. Já, ég meina þetta er ekkit annað. Það hefur komið margt mjög svona gálegt fram. Já, til dæmis eins og maður getur smakka hluti með pungnum. Já, og það kom líka fram að þú ert konungur flöskuborðana. Já, og munurinn á mömmuðin og bólabít. Já, við erum ekki að fara aftur út í það. Nei, það kemur
bara margt fram í þessu þætti. Já, en veitu, það sem að stendur upp úr í þessum þætti fyrir mér í dag er sturglu starfinn sem ég var aldrei búin að sjá áður með geitunguna. Þeir eru fullir og mega er ekki fara inn í búið. Sjöfell, það er gaman að því. Það eru bouncers. Það er eitthvað fallegt við þetta. Hver ætli sé, haldið það sé eitthvað svona geitungur sem er hraustar, já, pottit. Þannig að tveir hrausti geitungar. Hann svæðir ekki dyr over Nei, það er góðu punktur. Ég meina haldið að þessi geitungur sé flaska sig upp. Það getur vel verið. Eitt svona steindageitungur. Já, mjög líklega. Þeir eru alltaf í kringu sundluðar og eru í glösunum hans. Það er kallið þetta flaska sig upp. 100%. Í flöskunnar. Pottit. En já, við endum nú þess að föstudag oftast á við að fara yfir helgina. Hvernig við byrjað þér Egill? Þú ert að fara þorrablót eftir? Ertu að fara bara beint núna upp í Sportus? Beint núna upp í Sportus í pre-drink. Röltusöður í Fífu, það sem er mjög gaman að sé í Fífunni, bleiki nummer 1, hún líður vel þar. Og ég ætla að hlusta á Logi Bergmann er veislustjóri og ég segja þér rosalega info. Ekki það að Logi Bergmann er geggjaður veislustjóri og við bara mæltum með honum við Steindi áttum að vera veislustjóri í kvöld. Já, það er þorrablótinu sem ert á. Það er þreytt að þið séu ekki það. Þetta er Logi og Rúnar Freyr, þetta er topp menn. Já, það eru geggjaðar, þú ert ekkert eftir að sakna okkar sko. Þeir eru geggjaðar sko. Það er bara betra fyrir því, þú ert alltaf hangandi um okkur, þú ert að hlæja meira Loga en okkur og Rúnari. Ég er þetta að vera veisla. Við erum í tómurugli, við erum að skemmta á 2 stöðum á laugardaginn. Við erum í Garði og Þorrablót Fjölnis. Já, það verður stemning. Svo að gera giggunum okkur fjölun. Það er Þorrablót út um allt. Já, það er alltaf fyllast nefnilega með þessi helst gík. Já, ég fór bara að harkar það. Hvernig er helginni á þér, veiki maður? Þú er heim í kvöld og setja pizza á punginu þér? Já, ég er sem sagt ég er í frí í kvöld, en svo er ég aðeins að leika um helgina og svo er ég að skemmta með þér og þetta er bara svona stemming. Og blöður að fara allir að dansa? Já, ég er bara að fara að bruna beint angað og takk fyrir að minna mig á það, ég hef alltaf að minna á það. Ég er sérstaklega beðin það, minna á þáttinn. Og FNF blöð fans geta sem eru heima í Kósi og alltaf horfa á þáttinn geta heyrt í vöðvingjónum. Já, þú ert í einu atriðinu í kvöld. Rétt. Það er svoleiðis. Ég hlakka til að sjá. Getur þetta stillið Steindór? Já. Þetta verður að millið þessu pizzapungina? Já, auðvitað er ég að fara að stilla. Ég er ekki að vera að missa af þér. Og nú sé ég allt í þetta Steindór fyrir mér að horfa mig í kynna allir geta dansað með pizzu og pungnum á sér. Já, ég er helt og getur ekki verið ógæslu. Nei, það er 1,5 klukkutími. En við verðum mættir hér aftur næsta föstu. Sko, það er ekki pottið að ég verði með ykkur næsta föstu. Ég ætla að reyna það nema kannski við verðum bara í beinni frá þetta loka þáttur. Það er úrslita þáttunum og við erum að dansa. En ég ætla að reyna. En við verðum vonandi mættir allir hér 3 næsta föstudag. Eigi góða helgi, kæru hlustendur og bara hafið það gott. Takk fyrir hlustunina í dag. Þú ert að hlusta á Hlaðvarp FM 95 Blu.